Hæ, ég heiti Hafrún. Og ég heiti Ágúst. Í þessu myndbandi ætlum við að fjalla hvernig það er að eiga foreldri með geðrænan vanda. Eitt af hverjum 5 börnum í heiminum eiga mömmu eða pappa með geðrænan vanda. Það er því mjög líklegt að þú þekkir einhvern sem býr við þær aðstæður. Eða jafnvel að þú sért í þeim aðstæðum. Fólk með geðrænan vanda á það til að upplifa sterkar tilfinningar eins og sorg, áhyggjur eða finnur fyrir hugsunum sem trufla þau í daglegu lífi. Það fer kannski að haga sér öðruvísi, gera skrítna hluti eða vill jafnvel ekki hitta fólk. Ef þú ert foreldri sem er með geðrænan vanda, hefur þú kannski tekið eftir því að foreldrið þitt hafi breyst eða það segir hluti sem gerir þig ringlaðan og veldur þér áhyggjum. Þú ert þá örugglega að pæla í því hvað sé í gangi. Þá er mikilvægt að muna að það er ekki að gera þetta viljandi. Geðrænn vandi hefur nefnilega áhrif á heilann í fólki og breytir í hvernig það hugsar, líður og hegðar sér. Það er ekki vitað af hverju fólk fær geðrænan vanda þó það hafi mikið verið rannsakað. Alveg eins og líkaminn veikist, þá getur heilinn líka veikst, en það þýðir ekki að maður getur fengið geðrænan vanda eins og maður fær kvef. Nákvæmlega hvers vegna heilinn veikist er enn dálítið sem fólk er að reyna að komast að. Sumir halda að geðrænn vandi stafi af blöndu 3 mismunandi hluta. Í fyrsta lagi, efnum í heilanum sem fara úr jafnvægi. Í öðru lagi, löngum tímabilum með miklum tilfinningum, eins og áhyggjum og stressi sem aukast og verða loks of stóra til að fólk geti stjórnað þeim. Og í þriðja lagi, hlutir sem við stjórnum ekki. En þeir geta valdið miklum áhyggjum eins og til dæmis að missa vinnuna, að það sé of mikið að gera eða einhver í fjölskyldunni eða vinur deyr. Hjá sumum verður einn hlutur alvarlegri en hinir, eða þeir blanda saman og þá fer þeim að líða illa. Það sem þarf að muna er að það eru ekki allir eins. Fólk getur haft áhyggjur og fundið fyrir sterkum tilfinningum, en það þýðir ekki endilega að það sé geðrænn vandi. Sumir halda líka að fólk fái geðrænan vanda af því að það verður fyrir áfalli. Og áfall er þegar eitthvað kemur allt í einu fyrir sem er erfitt að ráða við, eins og að lenda í slysi, að það kveikni í húsinu, gæludýrið eða einhver í fjölskyldunni deyr eða foreldræðinni skilja. Það getur líka verið ofbeldi sem þú verður fyrir, hvort sem það gerist einu sinni eða stendur yfir í lengri tíma. Hjá sumum verður einn hlutur alvarlegri en hinir, eða þeir blanda saman og þá fer þeim að líða illa. Það er meira að segja til geðrænn vandi sem er tengdur við áföll og heitir áfallastreituröskun eða PTSD. Svo er annað, það að eiga foreldri með geðrænan vanda þýðir ekki að þú muni fá hann líka. Þú tekur kannski eftir því að þú ert með tilfinningar eða hugsanir sem er erfitt að skilja og höndla. Þetta eru eðlilegar tilfinningar og þær eru hluti af þér. Allir hafa tilfinningar, en manneskja með geðrænan vanda er líkleg til að finna fyrir miklum og ýktum tilfinningum eins og sorg eða kvíða og þær geta varað mánuðum, jafnvel árum saman fyrir suma. Ef að foreldrið þitt er með geðrænan vanda, hefurðu kannski einhvern tímann haldið að það sé þér að kenna eða þú sért ekki að hjálpa eða gera hann verri. Það er ekki rétt. Það er aldrei þér að kenna foreldri sem er geðrænan vanda. Reyndu að finna eitthvað sem þú getur talað við áhyggjuna þínar. Það gæti verið einhver fullorðinn sem þú treystir eins og foreldri vina þína, amma eða afi, frændi eða frænka, þjálfari eða kennari. Þú getur líka alltaf hringt í hjálparsíma Rauða krossins, 1717. Þau eru með gott og klárt fólk sem getur talað við. Fólk með geðrænan vanda getur ákveðið að gera hluti sem hjálpar því að líða betur. Það sem skiptir mestu máli er að þú hugsir vel sjálfan þig.